það var sem sagt, þetta var verkefni í Íslandsáfanga og við fengum þá hugmynd að halda tónleika. Svo við ætlum að það kostar 500 krónur inn og þetta er styrktar fæðingardeildar að deild FSA. Og já, okkur fannst þetta bara, þetta er svona nákomið öllum og fæðingardeildin, gott málefni og svona. Eitthvað sem þú þekkir til, eitthvað nálægt ykkur, nýlega fætt barn eða eitthvað? Nei, en það er ljósmóðurinn sem tók á móti okkur Heklu. Hún er búin að vera að hjálpa okkur að skipuleggja þetta allt og svoleiðis. Þannig að það var svolítið skemmtilegt að fá að vera með henni og það var svolítið gaman. Hvers konar tónlist verður flutt og hverjir verða hérna? Herðu, við erum búin að fá fullt af, ungum og efnilegum tónlistarmönnum bara hér úr Emma og líka, utan skólans til að koma og spila. Okkur langaði til að fá bara unga tónlistarmenn til að koma og spila. Og það er eins og það er söngkópur hérna Emma sem er 4 stelpur sem heita Cave. Það er í öðrum bekk, svo er annar söngkópur sem stelpur í 3. bekk og öðrum bekk. Það eru eins og Bjarni Karlsson og Hákon Guðni og Tumi, Lóa og bara fullt af vinur okkar og bara fólk sem við kannski kannast við og vildum að kæmi og spila. Hvernig verkefni er þetta í íslenskunni? Segðu mér aðeins frá því. Þessi áfangi snerist alls konar í sambandi við samfélagið og þetta var að hafa áhrif á samfélagið. Sumir voru að reyna að breyta klukkunni og eitthvað svona. En okkur fannst þetta bara mjög tilvalið því við höfum áhuga á tónlist og svolítið skemmtilegt líka hvað fólk til að gleðja það líka. Þetta er tvíþætt gleði og áhrif á samfélagið. Og þið búistu mikill aðsókn til að hlusta á tónlistinu og til styrktar FSA? Það eru á Facebook, ég held að það sé 8-10 búin að segja þau ætla að koma og 40 búin að segja þau koma kannski. Og svo er náttúrulega reglan að það er oftast aðeins fleiri enn á Facebook því að gamla fólki er ekkert svo virt. En hvernig tónlist hlusta menntaskólanemendur í dag? Það er ekki bara alls konar tónlist. Allt á milli eins og jarðar Það verður allavega alls konar tónlist á tónleikunum, bara fyrir alla. Það er engin ein tegund sem er vinsæll en önnur? Nei, ég held ekki. Það eru nokkrir rockarar og nokkrir sem fíla klassíska músík, það er bara svona fjölbreytt. Algjörlega. Klukkan Klukkan 8. Hérna í Kvosinni. Hérna í Kvosinni í Emma á 5. daginn, 7. febrúar. Morgun, já. I'm not crying.